Í dag ætla ég að nýta flugu sem eftir einn af okkar allra bestu nýturum, Örn Hjálmarsson. Örn svona hvað þekktastur, ekki einungis fyrir að hafa verið stór hluti af punk-sennunni á Íslandi. Heldur einnig sem frábær fluguhönnuður og hann hannaði meðal annars langskegginn, sem nú löngu orðin góðsagnakennd fluga hérna heima. En hann hannaði ekki bara langskegginn. Í dag ætla ég að nýta flugu sem heitir Helluvatnspúpa og eins og nafnið gefur til kynna þá er hún ansi sterk í helluvatni og mig grunar að það sé töluvert víðar sem að þessi púpa mun virka. Hún er alveg hræðilega einföld í nýtingu sem að er náttúrulega frábært. Krókurinn sem ég ætla að nota er frá Arex og heitir F2.521. Þetta er svo kallaður í merger krókur. Svo að leggurinn er beinn hérna og svo kemur djú beygja og sem gefur okkur tækifæri á því að fá svolítið skemmtilegt form á þessa flugu. Nú, það sem að búkurinn á að vera mjög grannur, þá notaði ég hérna einn af mínum uppáhaldsþráðum, Unitrico, gríðarlega grannur þráður og hefur reynst mér virkilega vel gegnum árin. Geti vel verið að sé einhver betri þráður komin á markaðinn. Ég ætla ekki að sverja fyrir það. Nú, vöf í helluvatnspúpuna er silfurvír. Þessi er afar fínn eins og þið sjáið. Ég hnýta niður bara alveg hérna við, stýr honum síðan hérna. Þannig að hann lendi á nærhliðinni, hliðinni sem snýr að mér. Fer svo alveg nokkuð djúpt ofan í buginn. Svona. Búkurinn er silfurlitaður og ég er með hérna Unimælar. Þetta efni er þannig garði gert að það er gylt öðrum megin og silfurlita hinum megin. 2 efni í einu. Það er ekki slæmt. Það er ágætt að klippa smá spís á efnið þegar við hnýtum það niður og ég hnýti yfirleitt gyltur hliðina upp. Þannig finnst mér efnið ná leggjast á silfurhliðina betur. Svo bara færi ég þráðinn alveg upp. Ég er ekkert að forma búkinn mitt. Þetta verður bara nákvæmlega eins og þetta vill vera. Svo vef ég við þétta vafninga þess að silfrið sé upp. Svona ansi gott. Það var vírinn. Reynum að hafa vafningana þokkalega jafna, en ég held að fiskinum sé nákvæmlega sama. En það er samt oft þannig að maður velur fluguna úr boxinu sem að manni finnst fallegri, eða ég er að minnsta kosti þannig. Svona. Frambúkurinn, eða þóraxið, eða hvað sem þið viljið kalla,
er úr gráu döbbi. Ég er þetta með grátt þurrflugudöbb. Mjög skemmtilegt efni, þægilegt að döbba með því. Það er svolítið skjörsamlega límist við þráðin. Við gerum það á verkum að það er auðvelt að mynda mjög granna núðlu. Bæta mörluti við. Það var hausinn, hann er svartur og við erum með túss til að bjarga því. Það er líka hægt að tússa bara eftir á, en það finnst mér að smita svolítið í döbbið og sennilega enn eitt svona smáatriði sem skiptir engum máli. Það er endahnúturinn og þá er eins gott að vara sig með þessum þræði. Búin að gluða handáburðið á hendurnar og þannig að allt sé mjúkt og gott. Smá lakk. Svona, Helluvatns púpa eftir Örn Hjálmarsson, klár og tilbúin í bóksið. Takk fyrir mig.